Komið sæl og verið velkomin í fótboltana hörðan. Hér aftur mættir eftir smá pásu. Það bara tekur stundu tíma að koma munum á staðinn, en við erum komin hérna í síðasta þátt 8 liða úrslita þar sem kemur í ljós hvor ykkar muni mæta Guðmundi Aðalsteini í undanúrslitunum. En ég er búinn að fá til mér hérna Rimmu sem hefur sést áður nema bara inn á fótboltavellinum. Það framherjinn Gummi Magg og hafsendinn Damir Mumunovic. Verið sælir, drengir. Blessaður. Þið höfðu nú mæst áður. Já, ég spila saman. Spilum saman nú. Já, einmitt. Það var nú kannski aðeins styttra en þegar spila mútið hverjum. Já. Og svo, Já. svo mætist þið núna aftur í sumar. Já. Það voru gaman að sjá hvort þið rifjið upp hérna hvernig fer núna þegar þið eru að kýtast í hornum eða eitthvað. Já. Manstu þið vann í spurningu Já, varstu. Gunnar Oddur að dæma, það var 2-1 hjá mér. Nákvæmlega. Herðu, þetta er bara spennandi rimma og við sjáum þá hver fer áfram. Við ætlum bara að hendi í þetta, en fótboltanördinni spilar í 6 liðum. Það eru hraðspurningar, ferillinn, byrjunarliðið, almenn kunnátta, tölfræðin og síðasti séns. Hann gott að ég muni þetta svona eftir eitthvað ákveð marga þættir sem ég er búinn að taka upp. Já. Og þá ætlum við bara að byrja að hraða spurningunum. Damir, þú ert nær hlutinni og bjóður að víkja. Já, ég skal fara. Gummi, ert þú tilbúinn? Klár. Þá byrjum við núna. Hvaða lið leikur heimaleiki sína á Philips Stadion? PSV. Rétt. Með úlingaliðum hvaða félags lék David Beckham áður en hann fór til Manchester United? Úlingalegum. David Beckham. Sé bara Preston. Ránt. Við hvaða veitingastað heimavöllur K.A. á Akureyri kenndur? Hrifinn. Rétt. Eftir eitt Norðurlanda hefur verið gestgjafi HM. Hvaða land? Svíþjóð. Rétt. Hvaða fyrirtæki framleiðir boltann sem leikið með í ensku úrslitinni? Puma. Rétt. Hvaða lið var bikarmeistari karla árið 2020? Víkingur. Ránt. Frá hvaða landi kemur fyrrum Ballon d'Or verðlaunahafinn George Weah? Líbanon. Ránt. Af hverjum tók Jose Mourinho við sem þjálfari hjá Chelsea árið 2004? Hann tók við að Ranieri. Rétt. Í hvaða landi lék Sergio Ramos síðast? Mexíkó. Rétt. Og hvaða þjóð var Afríkumeistari í janúar? Rétt náður hana. Síðastu spurningunni? Það mun hafa verið Senegal. Það er rétt. Náður trikkinu hana. Þar sem þeir eruðu Afríkumeistarar í janúar, en voru síðan tekið af þeim. En þeir neita náttúrulega að skila þess og í mínum bókum eru það ennþá. Já. En 7 stig eftir hraðspurningar, bara mjög vel að séu vikið, og fáum Damir og sjáum hvort hann getur eitthvað betur. Þú mátt sitja áfram. Jæja, Damir, ert þú tilbúinn? Já, klár. Þá byrjum við núna. Hvaða lið leikur heimaleiki sína á Philips Stadion? Pass. Með úlingaliðum hvaða félags lék David Beckham áður en hann fór til Manchester United? Það var Pass. Við hvaða fræga veitingastað heimavöllurinn K.A. á Akureyri kenndur? Grefan. Rétt. Eftir eitt Norðurlandana hefur verið gestgjafi HM. Hvaða land? Noregur. Ránt. Hvaða fyrirtæki framleiðir boltann sem leikið með í ensku úrvalsdeildinni? Nike. Ránt. Hvaða lið var bikarmeistari karla árið 2020? 2020? Já. Víkingur. Ránt. Frá hvaða landi kemur fyrrum Ballon d'Or verðlaunahafinn George Weah? Senegal. Ránt. Af hverjum tók Jose Mourinho við sem þjálfari Chelsea árið 2004? Avram Grant. Ránt. Í hvaða landi lék Sergio Ramos síðast? Mexíkó. Rétt. Með hvaða þjóð var Afríkumeistari í janúar? Senegal. Það er rétt. Og lokaspurningin hana akkurat á mínútunni. Vá, ég var með 3 stig eftir hraðspurningar, Damir, og staðan því eftir hraðspurningar er 7-3. Já. En bara fínt hjá okkur báðum. Gumma. Ég var með 3 stig. Já, 3, það eru menn sem hafa fengið minna. Gummi er að trufla, það var glott eitthvað hérna. Þú horfir alltaf á mig. Hvað átti ég að gera? Veitu hvað Beckham hérna? Herðu, við skulum fara yfir spurningana sem hann náðist ekki. Hérna, Gummi hóst með að PSV spilar á Philips Stadion.
Beckham var í Tottenham Alveg. í úlingaliðinu. Já, og báðum með Káa. Svíþjóð er eitt Norrlandana sem var gestgjafi í HM, það var 1958. Já, boltinn í ennsku úrslitakeppninni, það er Puma sem Gummi var með. Það var Nike, bara ekkert fyrir svona lengu. En Fyrsta tímabilið með Puma. Puma bara nýbúið að taka við. Hvorugt ykkur var með lið bikarmeistara karla árið 2020, þannig var ég aðeins að brella ykkur, það var ekkert. Hverju voru það? Það var aflýst út á COVID, þannig að það var ekkert. Alveg rétt. Víkingur. Það voru undanúrslit. Varð bikarmeistari. Það lið varð Voru bikarmeistari. ekki komin í undanúrslit þegar það var að flytta? Jú, nei, Víkingar töpu fyrir Stjörnunni í 8. eða ekki, einmitt þetta ár. Þannig að Já, ég er að segja, svo var ekki spilað undanúrslitin og... einmitt, jú, já. Alveg rétt, ég pældi ekki Við sjáum hvort sem við báði Víkingur. Já, Já, þú voru hvoruð ykkur með George Weah, hann var svo Líberíu. Líberíu, ég sagði Líbanon. Já, Já, og það er næstu því. næstu því. Líbanon. Já, Claudio Ranieri er þjálfarinn sem að Mourinho tók við af og svo verði með næsta. Það er í fyrst skiptið hann komið til Chelsea. já, 2005. 2004 sagði ég. Já, 4. 2004, já, ok. Já, seinna skipti, það það var er, seinna skiptið. já, Það var það, Ancelotti, já. Sennilega, ég manna ekki. ég manna ekki. Hver er, nei, það var ekki Ancelotti. Ég veit þetta. Já, við erum alltaf báðið Chelsea menn, sko. Ekki Þannig, Ancelotti. nei, Conte, það. nei, fyrir það, sko. Var þetta ekki 15? Þetta gæti hafa verið ára grann bara, sko. 15, jú. Getur verið. Nei, ég veit ekki. Nei, Nei. skiptir engum máli. Við erum allavega komnir, það kemur upp hér, hver, hérna, það var. Fyrir ykkur indisluðu fólk sem er að horfa. Og fyrir við í fyrirlín. Þar sem að, ég ætla ekki að útskýra neitt allt mikið fyrir ykkur. Er þetta ekki? Frekar augljóst, þetta er Björnunar og ég ætla að segja ykkur frá leikmanni sem að spilaði einhver staðar á einhverjum tímum og svona og við getum hæst fengið 5 stig. Í 5 stiga vísbendingu þá ætla ég að segja ykkur að hann spilaði 2014 til 2017 hjá Chelsea. Hann spilaði ekki leik, deildarleik þar að segja, en að sem að þetta kemur upp á Wikipedia, það er Ricardo Quaresma. rámt. Þetta er náttúrulega byrjun á ferlinum hana sem ég byrja alltaf á. Já, það var bara svareturinn komið þér. Já, ætlar að... Já, en þú veist, fyrst þetta kom upp á Wikipedia Já, þá já, er já. hann spilað einhverja leiki, en 0 deildarleikir. 2014. Ég bara pass, ég er engu nær, sko. Nei, herðu, 2015 til 2016 fyrir 4 stig. Þá fer þessi maður eins og svo margir áður til lán til Vitesse. Þar sem hann spilar 25 leiki og skorar 7 mörk. Það er Damir. Er þetta Mason Mount, eða? Það er rámt. Bara pass, ég er alveg... Passa gumma. Þá fyrir 3 stig. 2017 til 2019 Liverpool 21 leikur 1 mark. Damir. Solanke. Það er rétt. Já, 3 stig á Damir. hann er Chelsea. Hann er uppalan í Chelsea. Þetta er eins náttúrulega og- sko 78 gæðir sem hafa farið frá Chelsea til Já, það var ekki mikil vísbending hana, sko. En vel gert að ná þessu Liverpool. Það er hérna, það gleymir svolítið tímið hans á Liverpool og greinilega ennþá meiri á Chelsea. En já, hann er alveg upp í Chelsea eins og margir aðrir. 50% deildarinnar næstu því. Restin er alveg upp í City. Já, vel gert. Og fyrir við í annan leikmann í ferlinu. Já, og ég ætla að byrja að segja ykkur frá því fyrir 5 stig. 2008 til 2010 spilaði hann fyrir B68 Toftir. 49 leiki og 10 mörk. Það er Gummi. Þetta var Patrik Jónsson. Það er rámt. 2008 til 10. Já. Við vorum að byrja í meistaraflokki, er enga svipum aldrei við það? Já. Þetta er ég veit ekki. Clement Olsen bara. Það er rámt. Djúvel, það er galegur ekki skafað. Svipin á það, sko, ég bara... Herðu, þið fáið 20 hérna þó þetta sé sama liðið í fyrir 4 stig. Nei, veistu, ég ætla bara að segja þetta einu sinni bara. Af því að hann fer til 2010 til 2012 til Newcastle, en hann spilar ekki fyrir þá. Ég ætla bara að hafa það með hérna líka. Hann fór á lán til Gateshead og spilaði 5 leiki 2011. Ég veit að það breytir engu, en mér langar bara ekki að hafa það í næsta.
Ég ætla bara að giska, er þetta Reni Jóhansen? Það er rátt. Já. Þú með eitthvað Damir? Nei, ég er ekki með. Förum í 3 stiga vísbendinguna og þá ætla ég að nefna nokkur lið. Ok. 2012 til 2013 Viking, 8 leikir 0 mörg. 2012 Lán til Fredericia, 8 leikir 0 mörg. 2014 AB, 9 leikir 2 mörg og 2014 til 15 HB, 11 leikir 6 mörg. Það var svolítið mikið að flakka, hann er mér langað að gefa ykkur svolítið mikið í einu þannig. Með grunar að næsta vísbending sé að fara að gefa upp dæmið sko. Ég er með hann að gæja hausnum. Mann ekki hvað hann heitir. Ég er ekki með það, þannig ég býð eftir Já, ég bara... Er þetta hérna Adrian Justinsen? Það er rátt. Já. Ég held að hann var í Newcastle það ekki. Já. Ég hugsaði það á hann. Aftur í 2 stiga vísbendingu ætla ég að gefa ykkur nokkur lið. Ok. 2015 fer hann til Vejle, þar sem hann spilar 26 leiki og skorar 10 mörg. 2016 til 18 þá fer hann til OB og þar spilar hann 58 leiki og skorar 11 mörg. Og 2018 til 2021 fer hann til Arminia Bielefeld, spilar 51 leik og skorar 10 mörg. Er þetta Simon Samuelsen? Það er rámt. Þetta er ekki gæðin sem ég hafa með í hausnum sko. Það vandast þetta maður. Ég er svona búin að vera mjög impressed bara af svona magnaða færingum sem það geti verið að telja upp síðan sko. Já, ég bara Var þetta síðasta vísbendingu? Nei, það er einu við bútur. Ég er að býða að heyra íslenska liði sko. Hvað, en bara mann sitt í næsta eitthvað. Það er bara pass, ég alveg tónist. Já, fyrir 1 stig. Já. Og já, þá ætla ég að byrja ykkur að vera tilbúinir að byrjunum. Já. 2021 til 2023 Beveren 17 leikir 2 mörg. En 2023 til 2024 Káa Damir. Herru, vákvæði að fljóta. Já. Þetta er hérna, hvað heitir hann? Já, nú þarf ég að fá það fljótt Já. eftir að bjalla þér. Ég er klár. Það er, ég kem með bara stutt hérna countdown á þig. Af því að ég verð að fá svar fljótlega eftir að vítra í bjöllu. Herru, þú veit alltaf nútum með þær. Verð því miður að taka svarréttin á þér. Ég gefur þetta. Jóhann Edmundsen. Já. Jón Edmundsson er rétt, Yes. já Gumma. Ég var með F-fangin í huga, hvað hétt hann aftur? Miðjumæður? Brandur. Já, Brandur, já. Brandur Olsen, já. Alveg rétt. Við myndi að hann hafi verið í Væli eða ekki? Það getur vel verið. Já, ég var með það í... Ég gaf þér þetta bara. Ég var að vonast til að bara að hérna færi einhver plus Newcastle myndi gefa okkur þetta sko. Ég panikaði. Já. En þetta var nú bara 1 stig. Þetta var eitt, En, 1 stig, þetta var tökum því. harðasta, Nilsson var að sitja, ekki? Gunnar Nilsson var að setja, jú. En þetta var eitthvað harðasta svona umbarist um 1 stig sem maður hefur séð. Já. Þú veit panikaði maður. Þú bara dattið út um mér. En við leikum hann eftir, Já, sem að er það skemmtilega að vita. ok. Og þá ætla ég að segja eitthvað frá því að hann byrjaði fyrirlunum sinn 2000 til 2001 í Flamengo. Spilaði 45 leiki og skoraði 14 mörg. Þetta er fyrir 5 stig. Gummi, Það er Hölk. ránt. Það var Ronaldinho. Það er ránt. Nei, var hann. Hann var í PSG. Hann var- Já. Já, ég held að nær hann atvinnumannuleik í brasilísku deildinni. Nei, sennilega ekki. En fyrir 4 stig þá 2001 til 2002 Inter Milan 8 leikir 1 mark. Adriano. Það er rétt. Já, maður. Þetta var vel gert hana hjá Damir. Ég vil byrja hans snemma, maður. Já. Og fullt að liðum á félagsgráni. Hann náttúrulega átti miklu farsalari fyrir hjá Inter þegar hann kemur tilbaka 2004. Já. En síðan, já, þetta er Fiorentina, Parma og Roma, Corinthians. Fullt að liðum. Þú veit var hann góður maður. Það var geggiður. Herðu, 2016 hérna Miami United 0 leikir. Var það, Það er ekki Inter Miami, þá? Nei, Nei, var það þetta til? er eitthvað WSL ábyggilega. Nei, hérna það er WSL fyrirlega- er kvennarlið deildin hérna NSL Já, fyrir neðan. ábyggilega, já. Já, það getur verið. En 0 leikir samt sko. Þannig að, já, áhugavert. Þá er staðan eftir ferilinn 10-8 fyrir Damir. Búin að koma tilbaka, Ég vel kom gert. tilbaka eftir panikið hann. Já, nákvæmlega.
Og við fyrir þá í næsta lið sem að er byrjunarlið. Yes. Við þurfum ekkert bjöllunni því að Nei, þá skiptist það á. Þetta er svona El Grande stæl nema þið fáið dettið ekki út fyrir að segja rámt. Já. Heldur eru bara 11 gisk á hvert lið nema hvað að við ætlum að gera aftur það sem við höfum gert aðeins í seríunni hingað til er að við ætlum að hafa ykkur nefna sem sagt bæði lið úr sama leiknum. Okay. Þannig þið fáið þá samtals bara 22 gisk eða 11 gisk á mann. Þannig að ef enginn svarar vitlaust nokkuð tíman þá náið þið öllum leikunum í báðum liðum. Já, og því með bara að velja, þú veist, hvort þið veljið úr hvaða liði þegar þið eru að giska. Ég ætla að biðja ykkur að nefna fyrir mig leikmenn sem að byrjuðu leikinn í úrslitaleik HM 2018 þar sem Frakkland vann 4-2 sigur á Króatíu. Og já, Gummi þú ert undir, hann múið byrja. Loris. Hugo Loris, hann var í markinu. Luka Modric. Luka Modric, það er rétt. Snær. Já, hvaða leik á þér? Frakkland Króatíu 2018, 4-2 sigur í úrslitaleik HM. Alveg rétt, já, ok. Pavard. Benjamin Pavard, það er rétt. Kanté. N'Golo Kanté, það er rétt. Herðu, ég ætla bara að segja Mbappé. Kili, það er rétt. Pogba. Paul Pogba er rétt. Rakitic. Ivan Rakitic er rétt. Já, þú spúin að segja Pavard. Ég er með Umtiti. Umtiti, frábært sjá því að það er rétt. Perisic. Perisic er rétt. Mendy. Mendy, ekki í byrjunarliðinu. Ok. Sann strategíst að segja Mendy. Það náttúrulega voru tveir sem voru viðlóðandi á þessum tíma. Já. Víta. Domagoj Víta er rétt, vel gert. Mandzukic. Mandzukic, það er líka rétt. Hvað eru komið margur á Fraklandi? 1, 2, 3... Það eru Fraklandíu. Nei, Fraklandi. Nú að sjá, við komum með 1, 2, 3, 4... Hernandez. 6. Hernandez er rétt. Nú erum komið 7 og Fraklandi. Dembele. Dembele er ránt. Rafael Varane. Og það er rétt. Guardiol. Josko Guardiol er ránt. Ekki komin hana og ungur. Hvað eigum við mörg giska eftir? 3 að mann eða? Herðu, já, 3 mann, hárið rétt. Þeir eru komin með... Herðu, ég ætla að giska á Rebic. Ante Rebic er rétt. Benzema. Benzema byrjaði ekki leikinn. Hann byrjaði ekki, hvað? Neip. Jésús, nú er maður alveg að vera tómur sko. Það man ekkert... Herðu, Griezmann. Griezmann er rétt. Vá, hvernig fór hann fram hjá okkur maður? Tók tíma að ná hann. Já. Giroud. Og Giroud tók líka tíma að ná honum. Erum við þá komin með allt Frakklandslið eða? Nei, það vantar, já, það vantar 1. Svo vantar bara Króata, en þið báðir bara 1 gis eftir. Já, Krasnic eða eitthvað. Nei, hvað er það strækirinn hann? Krasnic. Krasnic, er það giskið? Já. Það er rámt. Það er rámt. Hvað ég, já, spila eftir. Hvað ég 1 eftir? Já, þetta er síðasta. Brozovic er rétt. Hvað er strækirinn? Á eitthvað K? Strækirinn var Mandzukic. Já, það var einhver annar. Ivan Krasnic. Já, er ekki einhver sem heitir Ivan Krasnic? Já, það? Jú, það ekki. Ég er líka að hugsa hérna gæðin í Hoffenheim. Já. Hvað hitt hann aftur? Ég bara... Hver var hinn hafsettinni á Frakkland? Herðu. Var hann? Já, var hann og Umtiti. Það vantaði bara 1 í Frakkaliði, það var Blaise Matuidi. Já, Matuidi á miðinni maður. Já. Og í króatíska liði þið náðu nú öllum stóru nöfnum nema kannski einu. Það vantaði Subasic í markið. Já. Það vantaði hana Strinic og Vrsaljko sem voru bakverðir. Og hægri bakverður er alltaf góð maður. Og Dejan Lovren. Já, sjálfsög. Kóngurinn. Já, það er svona kannski stærsta nafni sem vantaði. Já, ok. En bara mjög vel gert hjá okkur. Þetta var svona, það voru svona já, litlu nöfnum sem kom ekki og Umtiti, ég var sérstaklega ánægð með að hann kom sko, hann gleymist nefnilega.
En staðan þá eftir byrjunarliðið er 18-17 fyrir Gumma. Þetta sveiflast Þetta sveiflast maður. og helst mjög jafnt, skal ég segja ykkur. En við finnum þá í næsta lið sem að er almenn kunnátta. Já, almenn kunnátta eru bjölluspurningar eins og Gummi grípur hann í bjölluna. Þar sem ég ætla að spyrja ykkur 5 spurninga þar sem að tengjast fótbolta ekki neitt og sjá hvort þið vitið eitthvað annað en fótbolta. Það gekk ekki vel síðast. Nei. Það var nú samt annar sem að greip fyrir alltaf bara andrúmsloft núna. Já, það var reyndar mjög skemmtilegt. Já, þú fjast hann að sitja bara að hlæja og hafa gaman og ég líka bara runni. Já, ég aldrei fengi held ég svo jafn mikið af svona kommentum af þætti eftir almennu kunnáttu hjá bombunni síðast. En já, förum í fyrstu spurningu. Hún hljómar svo. Hvaða titil ber leiðtogi ríkisstjórnar Þýskalands? Það er Gummi. Kanslari. Það er rétt. Kanslari. Spurning nummer 2 í almennu kunnáttu. Íslands klukkan og Salka Valka eru 2 af verkum frægs íslensk rithöfundar. Það er Halldór Larsnes. Það er rétt hjá Gumma. Má ég íta það? Helst ekki. Spurning nummer 3. Granny Smith, Macintosh og Fuji eru tegundir af hverju? Það er Gummi. Tölvur. Rangt. Nei, já. Er þetta ekki eldavélar? Það er einnig rangt. Þetta eru tegundir af eplum. Já, ok. Það er Macintosh Ó, var ég- tölva, já. Fuji er Já. eitthvað, já, ekkert mál. Fuji er náttúrulega Fuji film þannig að það Já, er hann filman, já, myndavélar eða myndavélar, eitthvað. já. Já, þetta var villandi. Já, En í spurningu nummer 4. The Color and the Shape og One by One eru 2 af þó nokkrum plötum hljómsveitar sem notið hafa vinsælda síðustu 30 árin eða svo. Hver er hljómsveitin? Plötunar, má ég heyra þetta aftur? já, plötunar eru The Color and the Shape og One by One. Það eru gefið út margar plötur, þessi hljómsveit. Síðust 30 ár. Já, og er ekki þessi vinsæl. Ég ætla að bæta við spurninguna þar sem að ég sé að þið er ekki ná þessu. Söngvari hljómsveitirnar er fyrrum frægur trommari. Þetta er Foo Fighters. Það er rétt hjá Gumma. Ég var að hugsa það, sko. Já, Ég bara, vel gert. Ég var að hugsa það. Það er náttúrulega Dave Grohl, trommarinn er vana. Ég er svo lélegur með svona hljómsveitir, sko. Já, en hefur náttúrulega hlustað. Nirvana? Já, Foo Fighters. Já, eitthvað. Hljómsveit. Ég get ekki nefnt eitt lag með þeim samt. Nei, jú, ef þú myndir heyra það þá myndir Író og eitthvað. Ég er meiri 50 maður, sko. Já, ok. Loka spurningin í almennu kunnáttu. Hver var bestur Íslendinga á skákmóti á síðasta Reykjavíkur skákmóti? Það var í fréttunum bara. Þetta er ungu Það er gæja ekki blikinn eða? Það er ekki kópaði? Já. Ljósari? Já. Manni hvað hann heitir? Þetta er nú samt nafn sem maður glemir ekki, sko. Nei, Það sé bara Sigurjón. Það er rangt. nei, það er eitthvað nafn Já. og svo er millinafni sem á að vera í manni, eitthvað. Man ekki hvað hann heitir. Herri, ég veit það ekki, bara Guðjón Búi eða eitthvað. Það er fínt gisk en það er rangt. Já. Þetta er Vignir Vatnar. Stefán Vatnar. Já, Vatnar. Vignir Vatnar, kallinn. Já. Þú gleymur honum ekki núna. Nei, Nei. Vignir Vatnar. Það er maður sem á að skila að Við maður vissum muni alveg hvernig það lítur út, Já, sko. já. Já, já, Það er ekki nákvæmlega. vatnið. En Vatnið, ekki nafni. Ekki vatn. Já. En eftir almenna kunnáttu Gummi, þú stóðst þig vel hana. Þá er staðan 21-17 fyrir Gumma. Og við förum í næst síðasta lið keppninar sem að er tölfræðin. Tölfræðin virkar þannig að ég spyr ykkur spurningu sem er alltaf einhver tala og þið skrifið niður svarið ykkar. Sá sem er nær réttu svari fær stíð. Þá ætla ég að spyrja ykkur í fyrstu spurningu. Manchester United er það lið í ensku úrvalsdeildinni sem skorað hefur flest mörk í deildinni frá stofnun hennar árið 1992. Hversu mörg eru mörkin? Ég tek það fram að gögnin voru tekin saman fyrir kannski 2 vikum síðan, ef það breytir einhverju fyrir einhverju. Nei. Skekkjan ekki það mikil. Nei, ég skoruð 1 í gær. Já. Ég bæti bara við núna. Já, sé bara.
Já, Gummi, þú varst undan að skrifa hana, ég ætla að ég lefa ætla þér að að segja 3200. Og, 3100. Nei, herru. já, hvað ertu með að skrifa? Já, ég skrifaði 1100, ég ætla að skrifa 3100. Ég skrifaði 1100. Já, En Hvað er- þetta er ekkert mál. já, ég verði eiginlega að taka því sem ég skrifað, sko. Hérna, má ekki leifa, Ég var svo fljótur að svara Já. Alltaf. en þú sagði 3200, þú enda með 1100, það munar ekki miklu, en Gummi, tekur stíð. Rétt svar er 2398. Það er ekki meira en það. Þannig að þú var samt ekki langt frá því, sko. Þótt Ég var kannski að reikna með- vittlistana, sko. Ég var kannski að reikna með 100 mörgum ári. Það er kannski vel ílagt. Já. Herru, ok. Herri, spurningum 2 Já. í tölfræðinni. Ég er búinn að Og gefa nú 20, það er ekkert mæli ég með að skrifa niður það sem að mænar. Já. James Milner bætti nýverið met yfir flesta leiki í ensku úrvalsdeildinni. Hversu marga leiki hefur hann spilað í deildinni? Og tek það aftur fram, þessi gögn voru tekin saman 1. apríl. Ok. Damir, má þið bjóða þeirri byrja? 567. Og Gummi, 750. 567 og 750 sá sem er nær er 90 frá, hinn er 93 frá. Vá. Rétt svar er 657 og Damir er því nær. Já. Og fæst ég 657. ef að starffræði mín er ekki að klikka, Hvað sagði þú? 567. eða ekki, er hann ekki þá 90 hjá, 90 frá Og hann var hvað, 600? og þú 657 og þú varst á 93 frá, þú var með 750. Já, ekki. Já, Það held ég. Áfram gakk bara. já, áfram gakk. Ég var inni hjá þér eitt Já, stig já. viðbót. Spurning nummer 3 í tölfræðinni. Eseldin Bahader frá Egyptalandi er methafi í sögubókum knattspyrnunnar en hann er elsti markaskorari í viðurkenndum leik. Hversu gamall var kallinn þegar hann gerði sitt síðasta mark? Ok. Já, Gummi, þú mátt vera fyrstu núna. Sko, Japanin var að stríða mér í haustum með það. Hvað var það var? Sem hann, sko. Við höfum spurt Júra, Já. sko. Ég man ekki hvað hann er gamall, en ég sagði 55 ára. Já, Ég er með 56. ég get sagt ykkur að Miura er elsti núverandi leikmaður Já. og hann er rétt rúmlega 58 ára. Ok. Þannig að hann er nær. Það er sem því að Damir er nær því að þessi maður var 74 ára, 125 daga gamall. Herru, ég hugsa að skrifa bara eitthvað bull. Já. Þetta var rinni keppni hvor þorði að skrifa herri í tölu, Ég var sko. einmitt að hugsa um. Já. Herðu, loka spurningin í tölfræðinni. Mhm. Frank Lampard er sá leikmaður sem hefur oftast verið í liði sem heldur hreinu í ensku úrvalsdeildinni. Hversu oft hefur hann tekið þátt í leik þar sem liðið hans heldur hreinu? Já, Damir, þú mátt þá byrja að segja. 180 sinni. Gummi, 110. og stíið fer til Damir. Chelsea. Því að hann hefur tekið þátt í 217 Já. leikjum sem að liðið hans hefur haldið hreinu. Ok. Það er Var eitthvað- ekkert minna en það. Mjög mikið. Já. Já, og staðan þá eftir tölfræðina er 22 fyrir Gumma og 20 fyrir Damir. Þetta er gríðarlega jafnt. Hvað er eitthvað eftir það? Einn liður eftir sem er síðasti sjens. Í síðasta sjens fá þið báðir sitt hvora spurninguna, þar sem þið fáið að velja milli 3, 5 eða 10 stiga spurningu og Damir, þú ert undir. Ég ætla að leyfa þér að velja hvort þú byrjar eða ekki. Ég skal bara byrja. Hvað sagði, 3, 5 og 10? Já, Ok. 3 stig til þess að komast yfir Gumma, en það er kannski svolítið shaky Já. að vera einu stig yfir. Ekki plata mig aftur núna. Þú plata Ég er bara- fara í einhverja 10 Ég er að gefa þér valkostina. 5 stig, 10 stig, 3 stig, þú ræður. Ætlar þú að fara í eftir? Það fer eftir hvernig þú svarar. Það er trikkið. Ég tek bara... Það er tekjast þig munir ekki? Jú, Já, ég verði ekki að taka 10 bara. taka 10. Já, go big or go home, sko. Ánægð með þig. Ok. Já.
10 stiga spurningin. Takk sér í já og horfir á spurningu og sagði já, einmitt, þú ert aldrei að ná þessu. Ég var ekki búinn að sjá hana, ég var ekki búinn að horfa á hana. Ég veit bara að því 10 stiga spurningarnar okkar eru erfiðar. Já. Það er langt síðan að skrifa þessu sko. Ég trú þér, svara þessu bara. Adidas Predator hafa löngum verið vinsælir fyrir hjá knattspyrnumönnum kemur að vali á takkaskóm. Fjölmargir þekktir leikmenn hafa valið að spila í skóm af gerðinni og má þar nefna David Beckham, Zidane og Jude Bellingham. Alls 28 gerðir hafa verið gefnar út til þessa, en hvaða ár kom svo fyrsta út? Ég veit þetta. Bara með þetta í vaðanum? Nei, samt ekki. Þetta náttúrulega bara 96 eða eitthvað, ég ekki með þetta sko. Já, loka svar. Já. Ef þetta er rétt þá neyðir Gumma í að taka 10 stiga til þess að reyna að vinna. Ef þetta er rangt þá Gummi komin áfram í undanúrslit. Já. Og ég segi til hann ekki Gummi. Með að koma inn í undanúrslit. 94 eða? 94 er rétt svar. Það er rétt. Ég sá nefnilega að þau voru að gefa út hvíta endurgerð. Nei, Þegar það var- ég sá með svörtu hann já. Var það einhver hilling til 94 eða? Já. Það stóð í einhverju texta á Prodarett eða eitthvað. Þetta væri... Það var eitthvað þannig Já. sko. Já. Já, mitt, það var bara eitthvað svona... 2 ár. Það munaði ekki miklu, þú varst nálega þessu. Já. Herri Gummi, Victory Lap, spurning á þig, hvað viltu fá það? Komdu bara með 10. Komum bara með hérna 10 Já. spurninguna. Eitthvað núna, hver var hann með 10 franska landsliðinu? Já, hver var númer 10 í... Félagið KFS var til í Vestmannaeyjum árið 1997 þegar 2 önnur félag á Heimaey sameinuðust. Hvaða félag eru það? Þetta er knattspyrnufélagið Smástund. Það er með minnir. Og náttúrulega IBF var stofnað út frá Þór og Tí. Þannig að ég ætla bara að segja Þór og Týr. Lókað svar. Já. Það er rátt. Já, ok. Félagið KFS var saminað af Smástund, eins og Já. alveg rétt hjá þér, Já. og Framherjum. Framherjum, alveg rétt. Já. En þú varst með helmingin á þessu. Já. Það er bara vel gert sko. Já. Ég hefði ekki verið með það sko. Já, þetta var flott, bara til hamingju. Já, til hamingju Gummi, komin áfram í undanúrslitin á móti Gumma Aðalsteini sem að fer fram vonandi fljótlega. Nafnakefni. Já, Hafnakefni. einmitt. Gummi móti Gumma. Þú vannst með 3, 4. Hann var með 2. Loka tölur eru 22-20 fyrir Gumma. Rosalega jobbkeppni. Já, þetta er skemmtilegt. Mjög gaman að... Skemmtilega þetta fer svona heldur en eitthvað rús. Já, þú samlega. veist. Já. Já, mér finnst alltaf skemmtilega. Það býst þér skemmtilega þátt sko. Damir, takk kærlega fyrir komuna í takk fyrir. nördan í hérna og bara hörku góður keppandi í þessa seríu. Leiðilegt að missa að þig. Fer heim að læra. Já, og voru tilbúin þannig að beina viskunni á næsta mann. Þú voru að kenna einhverjum í Grindavík svo við getum fengið hann í næsta þátt, í næstu seríu. Gummi, við sjáum þig fljótlega. Þá getur næst bara. Ákvæðlega, Já. bara Takk fyrir mig. flott lokaorð. Sjáumst hérna.